skrifa undir hana sem var á Stöðvarfirði fyrir þá sem þar voru. Svo er þetta akstursblað fyrir þá sem ekki voru á Bæjar og Sundaá. Eru nöfnin Gunnar komin undir í gáttinni. Sem sagt þessi fundur í dag, þetta er óskaplega formsatriða fundur. Við héldum sem stjórnarfund, eða sem fundi í þessari stjórn sameiningu sveitarfélaga á föstudaginn og þar var gerður náttúrulega fundagerð sem er góðin fyrir í dag, en þar voru samþykktir þær að klárast núna. Auglýsingin, auglýsingum regluverkið og hún þarf að klárast hér í dag til þess að það sé eftir að birta í stjórnartíðum að þetta sé að verða sameinað sveitarfélag. Undir kjörstjórn og yfir kjörstjórn er að koma hérna inn. Það eru bara sömu kjörstjórnir og verið hafa. Nú eru bara báðar sveitarstjórnir að staðfesta þær. Við ætluðum að fjölga í 5 í yfir kjörstjórn. Byrjuðu útsending? Góðan daginn góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eru í sal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég segi hennan 240. og annan fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar settan. Þetta er aukafundur eins og áður kom fram og sjást kom hér fram þegar útsending hófst að við erum hér að ganga frá málum sem tengjast sameiningu sveitarfélagana Fjarðabyggðar og Breiðdals og erum við hér á boðaðri dagskrá. Þannig að hér á dagskrá í dag er fyrsti liður í stjórn til undirbúning sameiningar sveitarfélaga, fundagerð 1. Eins og menn muna á síðasta bæjarstjórnarfundi í síðustu viku var sett stjórn sem tekur við að samstarfsnefndinni og í henni sitja bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og sveitarstjóri og oddviti Breiðdalshrepps. Og þessi stjórn fer með málin á undirbúning sameiningar sveitarfélaga sem tekur gildi 10. júní næstkomandi, hálfu mánuði að afloknum loknum bæjarstjórnarkosningum, hálfu mánuði eftir má ný bæjarstjórn taka við og þar af leiðandi mun hið sameinaða sveitarfélag taka þá við einnig. En fram að því þarf að vinna þeim málum sem voru gengið frá í sameiningarsamkomulagi sem sett var milli sveitarfélagana í aðdraganda kosningum sameiningu þeirra og jafnframt þurfa þau mál að fara hér til staðfestinga beggja sveitarstjórna. Stjórnin mun ekki taka á þetta nýjum málum, hefur ekki heimild þess en mun vinna að undirbúningnum. Þannig að þá göngum við til dagskrár og hér fyrst á dagskrá er fundagerð númer 1 frá stjórn til undirbúning sameiningar sveitarfélaga. Vill einhver kveða sér hljóðs undir þeirri fundagerð? Í henni eru svo almenn mál sem er hér á eftir. Svo virðist ekki vera. Þá ætla ég að biðja menn að greiða það atkvæði sem vilja hana samþykkja með skeiðmerki. Hún er staðið með 9 atkvæði. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Og þar er fyrst liður 2, sveitarstjórnarkosningar 2018. En eins og kemur fram í fundagerð sem voru að samþykkja stjórnar til undirbúning sameiningar sveitarfélaganna, þá vísar hún hér til staðfestingar bæjarstjórnar að yfir kjörstjórn sveitarstjórnarkosningar 27. maí skipi 3 fulltrúar fyrir hið sameiginlega sveitarfélag. Þá skipi núverandi undirkjörstjórn Fjarðabyggðar kjördeildir í Fjarðabyggð og kjörstjórn Breiðdalshrepps skipi undirkjörstjórn fyrir kjördeild Breiðdalshrepps. Til áréttingar þá er þetta þannig að hér erum við að fara að kjósa í sameinuðu sveitarfélagi í vor, þá þarf að staðfesta þetta því að verður svo kosið að nýju í undirkjörstjórnir í júní þegar ný sveitarstjórn tekur við, þá er kosið nýjar kjörstjórnir en við erum að staðfesta þessar haldi sínu hlutverki. Yfir kjörstjórn það kom til umræðu á síðasta bæjarstjórnarfundi að fjölga yfir kjörstjórn Fjarðabyggðar upp í 5 vegna þessar sameiningar en samkvæmt lögum mega einungis 3 sitja í yfirkjörstjórn, hana mega skipa 3 fulltrúar. Þannig að á fundi stjórnar var ákveðið að það er lagt til að núverandi yfirkjörstjórn Fjarðabyggðar gegndi því hlutverki jafnframt.
hún verður svo endurkjörin að nýju, endurkjörin í júní en haldi sín hlutverki. Þannig að menn hafa séð listan, ég veit að það eitthvað ekki athygli á varamönnum sem 2 fluttir. Já, sem þarf að við þurfum að taka til skoðunar þá í millitíðinni að skipa þá varamenn í. En þegar við séð þarna listan yfir það fólk sem gengt hefur þessu hlutverki á þessu kjörtímabili og hefur nú fengið aldeilis æfingunni, það búin 2 alþingiskosningar og 1 sameiningarkosningar og forstakosningar líka, þannig að það er öllum hnútum kunnug. Vill einhver hvað þessi hljóðsum skipan undir kjörstjórn og yfir kjörstjórn? Svo ekki, þá byrja þær eftir samþykkt þess að það samþykkt við skeiðmerki, en samþykkt með 9 atkvæðum. Já, það er ágætt til áreikningar eins og bæeftir einnig kemur inn á að samkvæmt samþykktu sveitarfélags þá skal greiða atkvæði með hægri hönd. Þetta er mjög sérstakt, við erum að skoða þetta í nýrri skipan. En þá erum komin lið 3 sem er samþykkt stjórn, stjórnsýslu og fundarsköp hins nýja sveitarfélags. Stjórnin tók fyrir á fundi sínum föstudaginn sem við heldum samning sveitarfélaganna til kynningar og samþykkis bæjarstjórnar og þar kemur fram í sameiningarskjalinu sem undirrituðum að menn voru saman það að samþykktum stjórn Fjarðabyggðar og fundarsköp bæjarstjórnar nr. 567 frá 2013 með síðari breytingum muni gilda fyrir nýja sveitarfélag þar til því hefur verið sett sérstök samþykkt með þeirri breytingu sem stjórnin hefur lagt upp með skipan kjörstjórna sveitarfélagakosningar. Þetta er til áréttingar, við erum eins og þið munið í sameiningarskjalinu og við samtöðum það að svo samþykkt sem hér væri myndi gilda fyrir nýja sveitarfélag, síðan þarf að setja nýja samþykkt í júní fyrir nýtt sveitarfélag. Þá þarf að yfirfara og færa til orðalag til fullnustu með nýtt sveitarfélag. Vill einhver hvað þessi hljóðsum samþykktum stjórn, stjórnsýslu og fundarsköp. Svo ekki á byrjun til atkvæði sem hann samþykkja, hún samþykkt með 9 atkvæði. Þá ég nú komin hér í lið 4 sem drög að auglýsingum sameiningu Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps í 1 sveitarfélag. Stjórnin fór yfir það yfir drög af undirbúningsráðstöfunum vegna sameiningar Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar sem sendar verða ráðuneytinu sem mun svo auglýsi lögbirtingi að hér sé að verða til sveitarfélag. Og ég ætla aðeins að lesa upp á þessu minnisblaði sem þetta er. Minnisblað undirbúning sameiningar Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps. Eftirfarandi tillögur undirbúning sameiningar sveitarfélaganna Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps eru lagðar til vegna auglýsingar sameiningu. Með vísan til 124. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 tilkynnir ráðuneytið, þá var þetta þessi texti þessar auglýsingar sem birti verður í lögbirtingi, að það hefur í dag staðfest sameiningu Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar í undæmi sýslumannsins á Austurlandi í 1 sveitarfélag. Kjósa skal 9 fulltrúa í sveitarstjórn hins sameinaða sveitarfélags við almennar sveitarstjórnarkosningar sem framfara 27. maí 2018. Nýkjörin sveitarstjórn tekur við stjórn hins sameinaða sveitarfélags 10. júní 2018 og á sama tíma tekur sameiningin gildi. Samþykktum stjórn Fjarðabyggðar og fundarsköp bæjarstjórnar nr. 567 frá 2013 með síðari breytingum mun gilda fyrir nýja sveitarfélag þar til því hefur verið sett sérstök samþykkt. Heitin sameinaða sveitarfélags er Fjarðabyggð. Íbúar beggja sveitarfélaganna skulu vera þegnar hins sameinaða sveitarfélags. Hið sameinaða sveitarfélag skal taka yfir allt það land sem nú tilheyrir sveitarfélagunum tveimur. Eignir, skuldir, réttindi og skyldur sem tilheyra sveitarfélagunum skulu falla til hins sameinaða sveitarfélags. Skjöl og bókhaldsgögn beggja sveitarfélaganna skulu afhent hinu sameinaða sveitarfélagi til varðveislu. Sveitarstjórnir sveitarfélaganna tveggja kjósa sameiginlega 3 fulltrúa í yfirkjörstjórn og 3 til vara. Undirkjörstjórnin þær sem kosnar voru í upphafi yfirstandandi kjörtímabils samkvæmt 14. grein laga kosningar til sveitarstjórna nr. 5 frá 1998 skulu vera undirkjörstjórnir við kosningarnar annað verði ákveðið. Verkefni til stjórnar til undirbúin sameiningu sveitarfélaga eru að öðru leyti ákveðin í erindisbréfi stjórnar sveitarfélaga hvort sé hafa sett og í framkvæmdaferli. Þetta úr minnisblaði sem undir og Gunnar Jónsson bæjarritari hefur tekið saman eftir fund stjórnarinnar. En þessa í kvöld seinnipartinn í dag fer fram sveitarstjórnarfundur á Breiðdalshreppi þar sem sömu tillögur undir og þá þetta sendt til ráðuneytisins sem geta birt auglýsingu þar að lútandi. Vill einhver þessi hljóðsum auglýsinguna? Svo virðist ekki vera, þá berja upp þessar undirbúningsráðstafanir berja þær upp til saðindar þess að það gefið sig merki. Saðindar með 9 atkvæðum. Þá dagskrá bæjarstjórnarfundar, aukafundar bæjarstjórnar hér í dag tæmd. Ég þakka bæjarfundur og fundarsveitarnar og segi fundi slíkt.